að byggja allavega ekki í samræmi við þörf og láta fasteignaverð og húsnæðiskostnað hækka mun leiða til minni fjölskyldna. Ég trúi því algjörlega. Það eitthvað sem við þurfum að hafa líka í huga og sérstaklega ef að við viljum draga úr lækkandi fæðingartíðni eða hægja á þessari lýðfræðilegu þróun sem að ég held samt að mun alltaf eiga sér stað bara út af því hvernig þetta hefur gerst á öðrum Vesturlöndum. Þú veist, ég ekki sammála því að lóðaskorturinn sem slíkur sé flöskuhálsinn. Ég held að þetta sé miklu meira bara öll framboðskeðjan og það eru fullt af einhverjum stöðum þar sem uppbygging stoppar. Eitt fermetra nýtingu þar held ég að við séum að fara að horfa fram á miklu breyttari nýtingu á næstu áratugum heldur að við höfum séð á Íslandi áður. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS. Hvað segirðu gott? Ég er bara mjög góður. Er það ekki? Jú. Þú hefur komið, tvisvar á það, þrisvar? Já, tvisvar, myndi ég segja, já. Þetta er allavega í þriðja skipti þá. Heyrðu, við erum með blaðið hérna fyrir framan okkur. Við erum að tala saman, í dag er, 18. júlí. 2025, föstudagur. Eitthvað skýrir litla eftirspurn og það er viðtal við þig. Það var heppileg tímasetning fyrir mig. Þetta er Baldur Arnarsson að taka saman fasteignamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu og hvernig hann hefur þróast. Og titillinn er Eitthvað skýrir litla eftirspurn og þar ertu að fjalla nýbyggingar. Já. Hvað hvernig er staðan? Og það því að núna var ég með 2 aðila að ræða húsnæðismálin og þar kom fram að þetta væri svolítið einkennileg staða. Hvað á hverju þessi titill? Hvað skýrir litla eftirspurn? Þetta er einhver ráðgáta hana. Við höfum fjallað þetta og það hefur komið ágætlega fram í þessum þáttuðinum sem við erum búin að hlusta á að nýbyggingar eru ekki að seljast vel og við höfum reynt að greina af hverju það eru ekki að seljast vel og við höfum fundið út úr því að þar eru margar á skrýtnu stærðabili, það eru mjög margar í miðstærð en það er ekki rosalega mikið til að litlum íbúðum sem er eftirspurn eftir og svo er það náttúrulega líka þessi ströngu skilyrðir af Seðlabankanum sem takmarka það hvað fólk getur eytt miklu í íbúðakaup. Þannig að það geti keypt dýrar íbúðir. Þannig að við vissum það að dýrar íbúðir seljast illa og stórar íbúðir seljast illa. En það sem að við fundum út og er í greiningun okkar sem við birtum í gær er að það er eitthvað annað sem að veldi því að fólk kaupir ekki nýjar íbúðir og við vitum ekki alveg hvað það er. Þannig að eftirspurnin heilt yfir á markaðnum með notaðar íbúðir er miklu meiri heldur en hjá nýjum íbúðum og til dæmis dýr og stór íbúð sem er notuð selst betur heldur en ódýr og lítil ný íbúð. Það er eiginlega stóra ráðgátan. Hvað er það? Já, þetta er og svo fyrir það sem að voru ekki með að hlusta þá voru þetta sem viðtal við Ævar Svein verktaka og Pál Pálsson sem að er fasteignasali og Pál kom með svolítið áhugaverða hugleiðingu. Hann sagði að þetta bili geti orsakast af því að bil milli nýbygginga og eldri bygginga er orðið aðeins svo mikið. Talaði að í 15% væri þetta svona í lagi þegar að verðbilið væri 20% þá var erfiðar að selja en núna er það orðið 25%. Það sem að verður svolítið áhugavert að fylgjast með núna er hvort að verðbilið muni koma til með að aukast á þessum eldri eignum og fylgja þá í átt að því sem að nýbyggingarnar eru eða hvort að nýbyggingarnar muni einfaldlega falla örlítið í verði og það verður áhugavert að sjá hvernig þessu vindur fram. En svo við höldum okkur aðeins við þetta og tölum þetta út frá forsendunum, það er að segja ekki verðbilinu. Ég held að reyndar að þetta með Seðlabankan sé
vegildu þungt að þú eigir að hafa, eða þína ráðstöfunartekjur eiga að vera í það mesta 35% af því sem að afborganir af húsnæðisláni en sko það sem ég líka og mér náttúrulega að koma inn á er að hvaða áhrif þetta gæti haft á fasteignamarkaðinn í heild og byrjum bara aðeins þar sko núna fylgist þú náttúrulega vel með vinnandi hjá HMS og mér er alltaf reyndar að segja ég er búin að vera mjög leiðilegur við ykkur gennum tíðina en ég er búin að vera mjög ánægður með ykkur undanfarna mánuði svo að það sé nú sagt. Það er gaman að heyra. Það ekki? Já, ég meina, þú veist, ég var líka með fleiri aðila sem er einmitt í þessum gera og það tala alveg margir það núna, þú veist, til þess að tölulegu gögnin það er alveg mjög gott að greina þetta og miklu auðveldara heldur en var fyrir bara ekki svo löngu sko. Þannig að það er hægt að hrósa ykkur fyrir það en já, svo við horfum bara á þetta sem ég var að tala bara af hverju er þessi staða eins og hún er og svo kannski bara þrengjum þetta aðeins, ég ætla aðeins að skratsa spurningu sem maður bílastæðamálin og þú nefndi það núna rétt á nú vorum að tala er það stór áhrifaþáttur eða telur þú það vera stóran áhrifaþátt? Til að vera mögulegan áhrifaþátt þú ekki að segja hvort að hann sé það en við erum með náttúrulega við erum með þessar nýju íbúðir eru allt öðruvísi þar erum við færri bílastæðum og það er bara hluti af þéttingastefnu borgarinnar og svo sem annarra sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu líka og almenningssamgöngur hafa ekkert bæst rosalega mikið þannig að mér finnst það mjög líklegt en ég þori ekkert að segja til það þannig að getur verið aðri þætti líka getur líka verið eins og vorum að nefna áðan birtuskilyrði í íbúðum að það sé eitthvað verri eða þá að fólk sé bara einfallega hrætt við að kaupa nýjar íbúður vegna þess að það heldur að séu einhverjir byggingagallar í þeim eða eru líkur á því að séu einhverjir gallarar. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þannig að það er margt í þessu. Það var náttúrulega fyrir ekki svo löngu þá kom til tals með gallana. Það var hann í Urriðaholtinu þegar lag bara undir grunninn á nýlegri íbúðablokk og svo er náttúrulega búið að bólna út steypan, ég ætla nú ekki að fara að kasta einhverjum undir vagnin í einhverjum verkefnum en það er búið að bólna upp á nokkru stöðum á höfuðborgarsvæðinu, hefur líka verið í Þorlákshöfn á einhverjum reitum, illa þéttir gluggar sem voru ekki þá gerðir fyrir íslenska veðráttu sem hefur kannski með þetta allt að gera út af því að steypanin tekur hún er lengur að jafna sig við ákveðin skilyrði og þarf þá meiri tíma og þá getur ekki verið að setja ekki verið að þétta steypuna í kjölfarið, það er að setja aðra inn við, en sko þessi gallamál eru, það var einhver sem að sagði við mig, þetta væri ekkert meiri gallar, heldur væri bara meira í fréttum það, heldur að þetta sko, heldur að þessi gallamál gætu verið kannski stór áhrifaþáttur, eða bara þú ert að taka saman nokkra af þessum áhrifaþáttum. Hver er svona þín tilfinning, svo þú talir óábyrgt? Svo ég talir óábyrgt, bara við tveir. Bara strákanir. Bara við strákanir. Ég held að þetta sé eitthvað mix af þessu öllu held ég. Sko, réttasta svar er oftast að leiðilegasta, en það er, ég held að sé sko bæði miklu meiri umræða byggingagalla núna og það er svona kannski meira svona fár í kringum það, en það er líka held ég líka bara vegna þess að við erum búin að sko auka uppbyggingu svo ógeðslega hratt á síðustu árum. Ég veit að við HMS erum alltaf að tala um að við séum ekki að byggja nóg, en alltaf staðreynd er líka að við höfum verið að byggja rosalega mikið sko, okkur hefur fjölgað rosalega mikið. Ég held að fjárfesting í byggingargeiranum hafa ekki aukist jafn mikið á neinu öðru landi í hinu vestræna heimi eins og núna á Íslandi í síðustu 7 ár sko. Þannig að í þessu, umhverfi þá er alveg eðlilegt að það komi upp einhvers konar íbúðir sem hafa verið byggðar með
þú veist, ekki nægilega réttum hætti eða það ekki vel staðið að einhverjum einstaka uppbyggingum sko, byggingum þannig að þú veist, ég held að það sé alveg einhver faktor sko og síðan bara kannski þegar komin pressa og liggur á að byggja þá kannski byggir fólk ekki rétt og eða þá að reitir sem eru skipulagðir þú veist í flýti hafi ekki verið nóg mikil vinna í að finna hvernig best að setja niður íbúðir á þessum reitum. Ég held að þetta sé allt, já, ég held að þetta sé skipulagsmál og uppbygging sko sem að veldi þessu. Förum aðeins þá í verðmyndunina. Núna hefur náttúrulega mikið verið fjallað það að ákveðnir aðilar fá ódýrari stofnkostnað og ákveðnir aðilar fá einhvers konar afslátt á innviðagjöldum og þannig en þetta stendur ekki öllum til boða og nú sko allt sem við kemur það að fyrsta lagi kaupa lóðina og svo öll þau gjöld sem að svo fylgja í kjölfarið orðin svo vega mikið þáttur í verðmynduninni og svo erum við að sjá húsnæðisverð hækka. Þú talaðir það núna í viðtali fyrir ekki svo löngu að steypa verið ennþá betri kostur heldur en hlutabréf sem er náttúrulega ekki hefði verið það. Já. Ég veit ekki hvort það sé sniður að núna, ég veit ekki hvernig hlutabréf verð mun þróast en allavega sagan segir okkur það að þetta hefur hækkað, steypa hefur hækkað miklu meiri verði heldur en hlutabréf. Já. Og það held ég reyndar sé ástæðan fyrir því að við erum að einhvern veginn takmarka getu þeirra sem að byggja til þess að byggja og ég held að þetta sé alveg hræðilegt út af því að núna til dæmis út af því að það sem ég held reyndar að sé ennþá ég held að þetta sé ennþá betri fjárfestingakostur og þetta engin ráðgjöf eða eitthvað þannig ég bara að tala út í lofti hérna en ég aftur tel svo að vera út af því að núna það sem sérstaklega slæmt við akkurat þetta moment sem við erum í núna að verktakar eru byrjað að halda sér ennþá meira höndum og þeir geta ekki gert að ráð fyrir því að þau verkefni sem þeir eru að fara að ráðast í munu koma til með að vera arðbær út af ófyrirsjáanlegum aðstæðum í öllu sem við kemur í þessu umhverfi og svo við bara kannski hugleiðum að það saman sko ef að þetta kemur til með að verða raunveruleikinn að sko verktakar sjá ekki hag sínum borgi í því að fara að byggja hvernig sérðu fyrir þér stöðuna eftir 3-4 ár eru við ekki að tala þá að við erum að fara að sjá ennþá meiri þrýsting á húsnæðisverð? Jú, þú veist, það væri einmitt staðan ef að óvissa hjá verktökum aukast en ég held reyndar að við höfum gert mjög margt til þess að draga úr þessar óvissu. Við erum að reyna, eins og segir, við erum að reyna að bæta upplýsingagjöf hjá með þess að það eiginlega svona besta sem við getum gert til þess að reyna að finna út, gera einhverja áætlanir framtíða þróun að skoða hvernig markaðurinn þróast og hvernig íbúða þörfin og þannig og ég held að þær upplýsingar sem verktakar búa við akkurat núna eru betri en þær sem verktakar byggu við fyrir 4 ára síðan þannig að ég held ekki að það muni aukast þessi óvissa, náttúrulega það verður alltaf óvissa, við vitum ekki hversu hratt okkur mun fjölga, það fer eftir því bara hvort að fólk vil ennþá flytja til landsins að það geti breyst bara einu augabragði. Við erum að sjá það núna í ára okkur fjölga miklu hægar en spár gerir ráð fyrir og það hefur áhrif á hversu mikið við að byggja en við fórum yfir, þú fórst yfir margt og mér finnst það áhugavert hvað getum við gert til þess að fólk haldi áfram að byggja íbúðir og núna eru þessi stofnframlög sem hafa verið mikið í umræðunni sem þú veist styrkir til uppbyggingar. Þetta eru vissulega í leigubúðum til tekjulágra en hjá mér þá, þú veist, sem hagfræðingur og ef að hugsa bara hvort að við erum að stefna að einhverjum stöðuleika á húsnæðismarkaði þá skiptir bara mestu máli að það sé byggð hús sem fólk býr í hvort sem myndi kaupa eða leigu, það seinna, þú veist, það skiptir ekki höfumáli, það finnst mér vera önnur spurning þannig að allar svona stórar þú veist, hvað myndum að segja stóra afslættir eða styrkir frá hinu opinbera til uppbyggingar held ég að muni stuðlega líka að einhverju stöðuru uppbyggingu hvernig sem það og líka þú segir að þetta fer til ákveðna aðla, þetta fer til tekju eignalára en ég held að það sé smá miskilningu þar líka sko, vegna þess að viðskiptaraðili núna kæra þetta úrræði til ESA út af því að
þeir sem að fá stofnframlögin eru bara að gefa það til sinna aðildafélag Þetta er BSRB og ASI og fleiri sem eru svo innan þess félags Já, en eru rauninni að fá afslátt á kjörum sem að býðist ekki öllum og þar alveg, ég heldur endar að þetta muni koma til með að þeir munu vinna þetta mál, það er að segja viðskiptaráð já, og ég meina það verður bara áhugavert að fylgjast með því, ég meina þetta er ofan mínum skilningi, ég er bara óbreyttur hagfræðingur, en málið er að ég og þú getum stofnað félag sem fær stofnframlög, það geta allir gert það svo lengi sem að það félag er ekki hagnaðardrifið eða fylgir ákveðnum skilyrðum og þá getum við leikt það út til eigna og tekjulára, þannig að þetta er ekki eins og að sé einhver lokaður klúbbur sem að fær bara þessa ríkstyrki sko. Nei, en það er samt alveg svolítið einkennilegt að við getum verið alltaf út af því að hagnaðardrifið, þetta er líka svo einkennilegt hugtak af mínum mati í þessum umræðum út af því að ég var að tala við og reyndar Ævar Sveinn nefndi þetta held ég í viðtalinu við mig og svo er ég að tala við annan verktaka sem að nefndi þetta mitt ég meina, þetta er ekkert óhagnaðardrifið það er allir að græða í ferlinu jafnvel þeir sem eru með smá Jesú-komplexa yfir því að rétta öllum lyklana og ég veit alveg að þú getur ekki tekið undir þetta en ég held það sem er líka vandinn við þessa umræðu svolítið er að við erum alltaf að tala um það að koma tekjulegum til aðstoðar og ég sem svona frjálshyggjumaður hefur mínar efasemdir ágæti þeirra hugsjóna en segjum sér svo að við ætlum eins og þú varst að segja hver er mikilvægasta forsendan við þurfum að koma fólki í því að búa í húsnæði og er þá það skynsamlegast að vera að nýta allt sem við kemur nýbyggingum og öðru sem er í uppbyggingu að það sé endilega þau úrræði sem eru þessar íbúðir sem eru nýtt í slík úrræði af hverju er það alltaf þannig að tekjulágir og þeir sem eru á einhverju félagsaðstoð þurfa að fá nýjar byggingar ég hef aldrei skilið þetta út af því að þegar við náttúrulega búum til byggingu þá erum við að losa aðrar byggingar á svona oftast á höfuðborgarsvæðinu ætti þá ekki einbyggingin bara að vera að því og þá getur alveg Halla Gunnarsdóttir og Ragnar Þór komið inn í bara einhverja íbúð sem er kannski 30-40 ára og rétt lyklana þar í staðinn fyrir það að vera alltaf hugsa þetta sem það þarf að vera nýbygging þurfum að vera með parkettlægða, það þarf alltaf að vera tipptopp, nýmálað, allt flott og þetta er bygging sem fer til þessara tekjulága hópa og svo kom einhverjir svona sob stories þar sem við erum að tala um það að þetta fólk fór niður úr 420.000 niður í 230.000 en ég meina það er þá bara einhver annar sem er að fara að borga fyrir það mismunum þar Já, þetta er fínt að ramma þetta inn aðeins það er annars vegar spurningin hvort að ríkið eigi að styðja við tekjueignarlaga og mig grunar að viðskiptaráð og fleiri séu á móti því bara sem konsepti og það er alltaf umræða líka en ef við ætlum að gera það þá ættum við að gera það framboðslegin ég held að það sé svona megin skilningur allra núna ættum ekki bara að gefa þeim að hækka húsnæðisbætur sem fer bara síðan upp í leiguverð þannig að styrkja byggingakostnað eða allavega styrkja eitthvað á framboðslegin og ég meina þú talar getur ekki bara nota þær íbúður jú en ég meina þá þurfa þær að vera tómar fyrirfram það er kannski erfiðara að finna tóm heimili sem eru notuð þannig að þetta er svona einfaldasta leiðin til þess að búa til einhverja nýja íbúð þegar að bara byggja hana og það er að tala um það sé vera að þvinga fólki að leigja eða að uppbygging þessara leiguíbúða sé fara að þrýsta upp fasteignaverði það er náttúrulega uppbygging íbúða fasteignaverð og leiguverð helst saman þannig að ef þú eykur framboð á íbúðum á leiguverði og ert ekki að þvinga neitt í að búa í þessum leiguíbúðum það eru 7.000 manns á biðlista það er umfram eftirspurn eftir þeim þannig að ef þú leiðir til stöðugs leiguvers þá mun fasteignaverð líka að vera stöðugt ef það er nóg til af íbúðum sem fólk getur keypt Ferskur fiskur er fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsið.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það er fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Það sem ég er ótrúlega mikið að pæla í þessum efnum er svona bara bjöguð eftirspurn og ég held að þegar að Reykjavíkurborg aðrir sem einhverja fyrirfram hugmyndir
það hvaða íbúðir tekjulágur vilja að þá það mjög fjölbreyttur hópur sem hefur kannski fjölbreytta eftirspurn og það sem hefur náttúrulega verið slæmt í þessu að ég þekki 3 núna sem eiga íbúð í Gufunesinu einn einstæður og í 4 herbergja íbúð annar einstæður með 1 barn sem Helgi og Helgi og hann líka í 4 herbergja íbúð annar í 3 herbergja íbúð einstæður. Þetta sko það sem slæmt í þessu að það verið að bjaga eftirspurnina og það sem ástæðan fyrir því að ég segi að það sé farsælla að vera að byggja eftirspurn þeirra sem eru svo bara endingu kaupa íbúðina einfaldlega svo að það með miklu betri mynd af því hvaða eftirspurn liggur raunverulega baki kaupendahliðinni og við getum alveg verið að tala það að við að vera að byggja einhverjar blokkir á einhverjum ákveðnum fermetrum á einhverjum ákveðnu bili en ég held bara aftur á móti að ástæðan fyrir því að þú talar til dæmis að hún þyrfti þá að vera tóm við tæmum íbúður með því að byggja nýbyggingar sem að eftirspurn eftir og þetta kemur svolítið inn á upphafspunktin sem við vorum að tala áðan þar sem að þú ert að nefna eitthvað skýrir litla eftirspurn eftir þessum nýbyggingum en það líka bara út af því að þegar að allar þessar nýbyggingar eru svona undir ákveðnum kvöðum og á þessum forsendum sem við vorum að ræða áðan með bílastæðamálin og með annað þar sem að fólk einhvern veginn svona þrengt í það að vera að elska borgarlínuna greinilega einhver tímann sko að þá erum við komin í þá stöðu að eftirspurnin ekki að reyna að sækjast eftir því að vera á kaupendahliðin. Þetta svolítið eins og ég var að fara að fá mér ís og ég ætla að fá mér þann ís sem að sú sem að afgreiða mig vill að ég borði. Ég held að þetta ágætispunktur og ég held að ég sammála þér í að við ættum að huga að hver eftirspurnin og byggja í samræmi við hana og þarna svona sóknarfæri held ég fyrir sveitarfélag og ríki til að vinna saman sveitarfélag til að vera kannski aðeins sveigjanlegri í hvernig þau vilja skipuleggja hverfin sín það náttúrulega auðvitað skipulagsvaldi hjá þeim en það dugar kannski ekki að skipuleggja íbúði fyrir fjölskyldur sem eru ekki til og þarna þú veist þar eru við, þetta þetta tvenna sem að hið opinbera á að sjá það annars vegar stöðuleiki í húsnæðisverði og það bara framboð fylgja eftirspurn þannig mynda stöðugt verð og síðan hitt félagslega hlutin hvernig maður að komast eða styðja við tekið og eignarlega eða auka húsnæðisöryggi þeirra og þá þú veist fyrir þennan stöðuleika punkt þá þetta bara spurningum upplýsingagjöf, sveigjanleika og hlusta á markaðin fylgjast með honum. Já, ég einhvern veginn, já, algjörlega sko og miða við líka það að þú veist tölulega gögn eru fyrir hendi og Sigurður Stefánsson var líka hjá mér fyrir ekki svo löngu og hann mjög svona með góða og hann mitt talaði hlýlega ykkur og sagði að þið verða að standa ykkur vel út af því að hann sækist mikið upplýsingar og mikið að greina hann að marka en sko þá kannski komum við inn á annað sko sem lóða úthlutanir og einhverjum ástæðum þá þú veist það allir sem að tala rosalega mikið þetta getur verið þetta, getur verið hitt en einhvern veginn sko þegar maður síður þetta allt niður í svona grunninn af vandamálinu að mati þeirra sem ég tek allavega marka á þessu umræðu þá segja allir bara loka með þetta samt að endingu bara lóðirnar bara að við séum með lóðir sem ekki verið að byggja við erum að sjá kynningar á sömu reitunum í gríð og erg sem kynnt sem nýtt verkefni og eitthvað fleira þar fram til götunum allt þetta hefur þau áhrif að verktakar einhvern veginn bara eins og þurfa að vera bara eins og hýenur á það að reyna að komast yfir lóðir og þegar þeir loksins komast yfir lóðunar þá eru þeir einhvern veginn búnir að lofa sér upp í topp á öllu sem við kemur kostnað á þannig þeir velta það út í verðlagið sem að síðan hækkar fasteignaverð. Þetta reyndar held ég ekki rétt og held ég líka mjög algengur misskilningur sko á því hvernig verðið myndast á markaði lóðaverð fylgir fasteignaverð en aldrei öfugt það sem að gerist að verktakar bjóða hátt í lóðir vegna þess að fasteignaverðið hækka eða þá að væntingar fasteignaverð séu rosalega háar og svo kaupa þessar lóðir en þeir hafa ekkert valdið á hvaða verði þessar eignir seljast þeir eru allir price takers það að segja við sjáum bara allar þessar nýju íbúðir núna sem eru til sölu og seljast ekki á þessu verði og það þarf bara að lækka verðið þangað til að einhver kaupandi finnst
vegna þess að það engin verktaki sem hefur einokunarvald yfir markaðnum og kaupendur eru margir, þannig að það aldrei þannig að hátt lóðaverð leiði til hás fasteignavers. En að því sögðu það þá að, út af því að mér langar að skilja hana punkt, er þá lóðaverðið ákvarðað eftir að fasteignin seld? Og þegar þú segir að fasteignaverði stýri lóðaverðinu? Já, með væntingar fasteignarverð stýrir lóðaverð. Væntingar fasteignarverð, já. Þú býður hátt í lóðaverð ef þú heldur að þú getur selt fyrir mikinn penning. Þú hugsar, ég get selt þessa íbúð á 60 milljónir, þá ég til í að borga mjög, hátt lóðaverð til þess að byggja þessa íbúð. Já, en punkturinn samt helst alveg út af því að ef að ég gerir ráð fyrir því að ég geti selt X á ákveðin mikinn pening, það er að segja einhverja fasteign á ákveðin pening, að þá að sjálfsögðu samt stýrist þetta eftir framboð eftirspurn og þeir að keppast þessar lóðir og þurfa þá bara að vera í einhverju, væntingastjórnun sem kannski aðeins bjartsýnni heldur en að þeir raunverulega ættu að vera að gera. Sko til skamstíma á húsnæðismarkaði þá framboð alveg fast, þú getur ekki búið til íbúðir svona sísóna og þegar framboð algjörlega fast og það bara fasti sem til sem þú getur keypt á fasteignamarkaði, þá ræðst verðið bara af eftirspurninni og þá skiptir það bara máli hvað fólk tilbúið að kaupa þessar íbúðir á háu verði akkurat núna. Þannig að þeir eru þá með einhverjar væntingar það sjálfir? Já, þeir eru með væntingar háa eftirspurn og þeir halda, ég get selt þessa íbúð á mjög háu verði, svo breytist eitthvað í markanum, vextir hækka eða væntingar vextir vaxtahækkanir og þá enginn til að kaupa á íbúðunar á þessu verði og þá samt ennþá sko, út af því að þú sagðir að þessi punktur held ekki, ég alveg á því að hann haldi út af því að ef að sko lóðaverð stýrist að bjartsýnasta verktakanum að það óumflýjanlega hefur það þau áhrif að verktakin að þrýsta upp ákveðnu verði út af því að ef að væri til fleiri lóðir að þá væri þeim úthlutað til fleiri aðila og þá væri þessi bjartsýnasti verktaki ekki endilega að fá flestar lóðir eða lóðir sem annar geti keypt á aðeins lægra verði. Þannig að þú veist, þeir þurfa óháð því hvort að þetta sé lóðaverð sem að þeir eru að ofmeta, það er að segja ofmeta það hversu mikið þeir geti selt eignina á, að þá hefur samt lóðaverðið hækkar þá væntanlega út af þessum bjartsýnasta aðila. Já, lóðaverðið hækkar, út af fasteignaverði, en fasteignaverð hækkar ekki út af lóðaverði. Já, en þú skilur samt hvað ég meina að þú veist, ef þú ert með einhver kjarna sem að við segjum sem svo að þú ert með 100 eignir inn í kjarnanum, þú ert að fara að selja það á einhverja milljarða og það eru 2 aðilar að berjast þetta og annar aðilinn segir bara, ég til að bjóða aðeins meira. Þá það líklegt að sko fasteignaverði sé að stýrast af því út af því að bjartsýni hans hefur áhrif á það hvað hann þarf að selja eignina á og ef hann getur ekki selt eignina á og ef yfirfærum þetta svo yfir á kannski 20 bjartsýna verktaka sem eru búin að taka þessi verkefni að þá þeir allt í einu komnir í þá að þeir þurfa að selja sig út í 100 milljóna króna skuld við verkefnið og þá það ólíklegt að aðrir séu þá að byggja á meðan og þeir að fara í annað verkefni. Þannig að einhverju leyti þá hefur samt þessi lóðaskortur áhrif á það að á framboðsliðina. Þetta hefur mjög mikil áhrif á afkomu verktakana og þar að leiðandi hefur þetta áhrif á hvað þessi verktakar myndu vilja, byggja seinna, það rétt hjá þér. Þannig að það er þessi afleitu áhrif, þetta eins og á markanum þá alltaf einhver keðja sem að myndast og þannig en fyrstu áhrifin eru bara á afkomuna og síðan koma hinn áhrifin. Þannig að þetta ekki þannig eins og fólk heldur að fólk að verktaki geti bara hækkað fasteignaverði vegna þess að þeir borguðu hátt lóðaverð. Nei, ég held að allir skilji það, en ég held að það sé heldur aldrei punkturinn sem að fólk að bera fram. Ég held að aðalega, sko, þegar þú talar væntingar, verðvæntingar, en aftur á móti, ef að til dæmis lóðir væru fleiri,
að þá myndu verðið á þeim lækka sem myndi þá hafa áhrif á afkomu hins opinbera en það myndi aftur á móti líka valda því að það verð væri þá ekki að skila sér inn í það verð sem að kaupandinn er að fara að kaupa þannig að einhverju leyti kaupandinn að greiða viðbótar skatta til hins opinbera undir þeim formerkjum að það of lítið af lóðum og ég held að þetta sé aðal punkturinn ég held að punkturinn sé ekkit sáendilega að það sé einhverja ákveða eitthvað fasteignaverð sem alveg rétt hjá þér ég meina þeir þurfa að selja og það einhver að kaupa að endingu en punkturinn aðalega sá að þessi lóðaskortur veldur því að það séu færri aðilar að byggja á hverjum tíma það svolítið vandinn sko. Þannig að ég held að enginn sé að eitthvað tala um það að þeir sé að stjórna fasteignaverðinu sko. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, það ef þú fjölgar lóðum, þá fjölgar þú íbúðum og þannig getur þú lækkað fasteignaverð. Ég skilji núna. Og sko, við erum að reyna að halda utanum þessar lóðaúthlutanir og það sem að sko, og þú myndist eins og á þetta glærukynningar einhverja reiti sem eru nú þegar uppbyggingu og þannig, það víst eitthvað sem ég líka heyrt og bara einhver upplýsingaóreiða hjá einhverjum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en heildina litið þá eru sveitarfélögin búin að skipuleggja lóður og í takt við það sem þarf að byggja upp við erum komið svona heildasýn það sem er vandamáli núna það að sumar af þeim eru ekki tilbúnar alveg strax og svo enn frekar að þær sem eru tilbúnar uppbygging hefjist ekki á þeim strax þannig að vorum að skoða lóður sem að voru sagðar tilbúnar eða áttu að vera tilbúnar ára 2004 það er bara uppbygging hafin á helmingi þeirra að meðan aðra, þú veist, og þá hluta þeim bara ekki tilbúnar og síðan sumar eru tilbúnar en það er ekki neitt verið að gera, kannski vegna þess að fjármögnuna skilur erfið eða byggingaræðlar að bíða með að byggja þarna af einhverjum ástæðum þannig að það svona þú veist, ég er ekki sammála því að lóðaskorturinn sem slíkur sé flöskuhálsinn. Ég held að þetta sé miklu meira bara öll framboðskeðjan og það eru fullt af einhverjum stöðum þar sem uppbygging stoppar. Og það er kannski okkar svona ábyrgð að finna út, svona að leysa úr öll þessum hnútum, sko. Já, til þess erum við hér. Já, já, sko, þá kannski getum við farið aðeins bara yfir fjármögnun skilyrðin. Þetta eru náttúrulega alveg sko peningar sem eru kannski ekki á allra höndum og það eru líka verið kvartaði við því að smærri aðilar hafa minna aðgengi heldur en stærri aðilar að því að koma að svona verkefnum sem er kannski bara alveg skiljanlegt, það er bara eðli markaðarins en aftur á móti þá hefur líka verið kvartaði við því að ákveðnir sveitarfélög séu líka með skort á svona fjölbreyttum úrræðum, það er að segja litlir verktakar geti ekki fengið, 6 íbúða parhúsalengju því að það er bara ekki innan þess ramma sem að hugmyndafræðin er einhvern veginn að byggja á þú getur ekki verið einhvern veginn að stækka mörkin því allir aðrir hafa neitunarvald en það hefur verið kvartað yfir þessu að smærri aðilar eru þá ekki nýttir í það að vera að búa til húsnæði sem vissulega myndi hafa áhrif ef það væru margir af þessum smærri aðilum sem hefðu aðgengi að þessum stuttu eða litlu parhúsalengjum. Já. Hvernig lestu í þá stöðu að við séum ekki að virkja eins og Ævar Sveinn held ég hafi sagt að við erum ekki að keyra þetta á fullu gasi eins og ég held hann hafi sagt það þannig. Já. Alla vélarnar eru ekki í gangi eða eitthvað þannig. Einmitt, og mér finnst það alveg algjörlega mjög valid punktur. Ég held að það sé hægt að bæta það með ýmsum leiðum, kannski hægt að hafa einhvers konar opið útboðsferli þar sem að verktaki geta hópað sér saman til þess að byggja einhver verkefni eða þá bara að það sé valið þú veist, að ódýrustu verktakarnir séu valdir bara hverju eftir öðrum þangað til að kvótinn fyllist. Það er alveg margar leiðir til þess að bjóða litlum verktökum inn og
þú getur, við getum séð hliðstæðir í svona öðrum opnum útboðsmörkuðum þar sem er að byggja önnur mannvirki eða bjóða út rafmagn eða eitthvað, það er alltaf það er svona til mjög skýra reglur um það hvernig þú getur haldið ágætri svona virkri samkeppni á milli framleiðenda og það er náttúrulega mjög slæmt ef það væru bara stóru verktakar sem eru með einokunarstöðu á byggingamarkaði það er ekki gott fyrir neitt, það myndi hækka byggingakostnað líka þannig að það er algjörlega eitthvað sem að myndi svona bæta allavega samkeppni og þá held ég halda verðmyndunni kvikari og vonandi framleiðslunni meiri sko. Hvernig er þetta hjá ykkur hjá HMS? Því að núna setti Sigurður Ingi þetta laginnar, hvernig var 2018? HMS stofnaði hvað, 2019? Já, 2020. Það var til að takast á við óreiðu á þessum markaði sem reyndar er enn fyrir hendi en hefur eitthvað batnað og þetta átti að vera svona one-stop shop þema fyrir bæði verktaka og það sem var jafnvel að kaupa að hafa aðgengi að upplýsingum það hvað var að gerast á byggingamarkaði. Hvernig er út af því, sko, þið eruð undir ráðuneytinu, það ekki? Jú, já. Félags- og húsnæðismála ráðuneytinu. Já, þannig að Inga er yfirmaður þinn. Yes. Já, og sko, hvernig er það því að þetta er náttúrulega, þetta er skrítið samspil og þið eru stofnun sem eiga að vera svona í upplýsingagjöf og þið eiga að vera í því að reyna að svona leysa hnúta ég veit svo ég spurði nú kannski að því þannig að þetta hug eru þið, undir pólitískum áhrifum er stofnunin sem slík út af hún undir ráðuneytinu en náttúrulega allar stofnunir undir ráðuneytinu en hún á þá ekki að vera pólitísk stýrist þið af einhverju svona pólitískri hugmyndafræði hvers ráðherra sinn? Sko, við fylgjum náttúrulega stefnu stjórnvalda en við eigum samt að við reynum að vera ekki, pólitísk og það er svona okkar helsta markmið er að vera einhver rödd sem fólk getur treyst og einhver upplýsinga gjöf sem að fólk getur treyst og til þess getur ekki verið í einhverjum pólitískum reppaleik við erum bara samkvæmt lögum eigum við bara stuðla því að stuðla að stöðuleika á húsnæðismarkaði og veita upplýsingar til þess sem að stuðla að stöðuleika þannig að það er svona okkar helsta en vegna þess að við erum undir stjórnvöldum þá náttúrulega erum við að framfylgja stefnur að við erum að úthluta hlutdeildarlán, við erum að gefa húsnæðisbætur og stofnframlög og allt það en við erum ekki með neitt pólitískt kapital við sem starfsmenn stofnunarinnar neitt það er engin hugmyndafræði sem að svona leiðir stofnun áfram, það er miklu freka bara stöðuleiki húsnæðismarka og hvað stjórnvöld vilja gera til þess að gera það og við líka reynum að veita þeim ráðgjöf segja hvað okkur telji, hvað okkur finnst vera svona sniðugt að gera á húsnæðismarkaðnum. Hafið þá, það er líka náttúrulega sveitafélögin eru svo vega mikill þáttur í þessu líka. Getið þið farið bara Dóra Björt, hvað eru þið að gera þið eru með þessa dellu hugmyndur borgarlínu, þið eru með þessa dellu hugmyndur það að lóðaskortur muni koma til með einhvern veginn batna þegar að borgarlínan kemur, þið eru ekki setja nein bílastæði fyrir vinnandi fólk og það þarf að vera þrengt inn í eitthvað, ég veit ekki hvað, hvort það verði strætó, hvort það verði einhver sporvagn eða hvað sem þetta verður og við vitum náttúrulega að þetta er allt einhverjar bullhugmyndir Hvernig, hafið þið eitthvað vald til þess að vera bara, við þurfum að gera þetta hérna, er HMS að einhverju leyti leiðandi afl, hafið þið bolmagn til þess að fara með svona ræður fyrir ráðherra eða jafnvel sveitafélögin? Við viljum vera leiðandi í gögnunum, að sýna matriða gögnin á þann hátt sem að fólk skilur og ekki með einhverju tinti skilur að þessi gögn standist líka skoðun hjá öðrum aðilum að fólk geti treyst á gögnun okkar og svo náttúrulega vinnum við okkar greiningar út frá þeim en við reynum að vera mjög opinská með það. Þetta er ekki þannig að við höfum ekki tekið Dóru Björt eða aðra borgarfulltrúa eða einhverja þingmenn. Hárblásara. Já, ég hef ekki tekið hárblásara á neitt stjórnmálmann en við höfum samt gefið þeim ráð þá sem vilja hlusta og út frá einmitt bara svona mjög skýrum gögnum ef það væri svo að við sæjum bara að þetta sé allt bílastæðanum að kenna þá myndum við segja
og það kannski það sem við erum að segja hérna í þessari greiningu hér, við bara segjum nákvæmlega það sem við sjáum og þú veist, það ekkert annað sem liggur að baki þar sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þá ætla ég hérna að leggja fyrir þig, þá fyrir við aðeins meira í svona hugmyndafræðilega ágreininga. Þegar þú talar að viðskiptaráð væri einfaldlega bara svona móti félagslegum úrræðum út af því að þeir eru eins og þeir eru. En ég aftur á móti sammála þeim að stórum hluta og ég langar kannski að byrja á þetta og nefndi hlutdeildarlánin. Já. Sem ég held að sé skaðræðis fyrirbæri út af því að eins og ég var að nefna fyrir ekki svo löngu að þá ég mikið að pæla í tölulegum upplýsingum og ég fylgist með ákveðinu svona verðmyndun mismunandi kjarna á mismunandi tímum og þá að skoða atvinnuuppbyggingu og hrávöruverð og aðgengi að byggingarkostum og þannig en það eitt sem með hlutdeildarlánin út af því að bjagar svolítið þessa virðiskeðju út af því að þegar einhver getur séð þetta þegar kemur kannski aðeins upptaktur í sölu á byggingum að það var það oftast 50 til 60 fermetra íbúðir sem að seljast og þá losnar aðrar byggingar sem eru kannski svona 100 og svo það verður stór hæð og svo verður það upp í einbýlishúsin og þú getur séð að á svona 6 mánaða tímabili þá verður þessi verðmyndun hún svona einhvern veginn skila sér upp í alla þessa keðju og oftast reyndar í prósentuhlutföllum þannig að stundum jafnvel eru sérbílinn eins og er að gera staðins í dag að þá eru sérbílinn til að hækka til töluvert meira heldur en að hafa verið að gera aftur á móti hlutdeildarlán þegar þú ert með ríkið og aðra sem að koma inn í þetta þá þarf miklu minni fjárupphæðir til þess að kaupa sér byggingu sem að þarf að lúta einhverjum ákveðnum skilyrðum og lántakinn þarf að lúta einhverjum skilyrðum og annað sem að ég nenni ekki að fara að ræða aftur en aftur á móti þá bjagar þetta svolítið skref 1 og 2 þar sem að þú ert með aðila sem að setur inn kannski 2-3 milljónir og fær þá 25% frá ríkinu og svo 70% frá lántaka lánaveitanda en svo aftur á móti þá skilar það sér ekki upp í næsta skref út af því að það sá aðili sem að keypta á hlutdeildarláni þá óumflýjanlega að á minni eign í eigninni það að segja hans hlutdeild í eigninni lægri þannig að hann getur ekki skilur sér upp í þetta næsta þrep og auðvitað ekkert allir sem eru að kaupa fyrstu eigni á hlutdeildarláni en aftur á móti hefur þetta þau áhrif að þegar þú ert komið nægilega stóra hlutdeild sem er á hlutdeildarláni sem að geti ekki verið að kaupa sér næstu eign að það óumflýjanlega hefur það áhrif á frambúðið. Já, ég held að þetta sé rétt hjá að þessi ferill sé að breytast sko eða þú veist að bjagast eða þú veist sko ef að það væru nógu margir að taka hlutdeildarlán þetta er úrræði sem að ekkert svo margir hafa notað svona í stóra samhenginu þannig að ég held að þau áhrif sem að hlutdeildarlánin hafa haft á húsnæðismarkaðin séu ekkert ægilega mikil þau hafa haft áhrif að margir verktaka byggja í samræmi við þessi skilyrði og ég held að það sé svo sem ekki það versta sem geti gerst þetta eru, en þetta fylgja vissulega ekki markaðis kannski lögmálum en kannski bara heppilega vill svo til að það eru þú veist hagkvæmar íbúður eða svona íbúður með lágum byggingarkostnaði og undir ákveðnum fermetrafjölda sem að fólk vill þannig að ég held að þessi bjögun sé ekkit ægilega mikil en þetta er alveg rétt lógik hjá þér þetta er ef þú ert gíraðri og kaupir fasteignir með meiri gírun þá getur ekki safna jafn miklu eða kemstu kannski ekki í næsta þrep og eignamendur þín verður alltaf minni hlutfallslega þar að segja þannig að það sem hlutdeildarlánin gera þegar þau hjálpa fleirum að komast inn á eignamarkaðin en þau eru kannski ekki á þessum stiga sem aðrir eru á eignamarkaðinum eða þau eru erfiðar með að klífa upp stigan það eru kostir og gallar og ég meina eins og ég sagði held ég síðast ég varna sko að hlutdeildarlán er náttúrulega bara úrræði sem að styðja við séreignastefnuna og sem að þú veist
stuðlar á að vera sko hérna sem mjög vinsæl á Íslandi og þú veist miðar að því að flestir eignist húsnæði og það þjónar þeim þú veist því markmiði sko. Já, en það samt líka önnur hlið á þessu og ég veit ekki hvort við rættum þetta síðast en þetta náttúrulega óumflýjanlega hefur þau áhrif að ef ég get verið í 4 mánaða sumarstarfi og lifað svona dálítið sparlega segjum bara sparlega í 6 mánuði og ég næði að sefna mér 2,5 til 3 milljónum að þá óumflýjanlega horfi ég get bara keypt með fasteign, skilur þetta bara snilld en hvaða áhrif hefur það líka þá á framboði þá allt mikið að mókast á þessum forsendum út af fasteignamarkaði og það bara fermetrar sem að bæði líka út af því við vorum að tala þetta áðan með Gufunesreitin að aðalega að kaupa þetta sem að hafa enga þörf fyrir svona marga fermetra og þannig ertu búin að eins og ég vil alltaf tala þessa bjögun það búið rosalega mikið að bjaga það hvaða fermetrum úthlutað á hvaða aðila einmitt út af þessu út af því að það auðvelt að gera þetta og það ákveðin ófyrirsjáanleiki út af því að það þessir verktakar þá að byggja undir þessum formerkjum sem þá ekki endilega svona að fylgja eftirspurnarhliðinni heldur með að fylgja einhvers konar hugmyndum hins opinbera það hvað eigi að vera byggt fyrir hvers vegna á hvaða lánakjörum og ég held að þetta sé líka þú talar að þetta sé það lítið að þetta hafi ekki það mikil áhrif en ég meina ef bara allir fermetrar sem að fara á röngum forsendum óumflýjanlega hafa áhrif á verðið og þetta þarf ekki að vera stór hlutil til þess að vera áhyggjuefni að mínum mati út af því að svo lengi sem við erum að halda þessu áfram og svo lengi sem við erum með þessa bjögun að þá erum við einhvern veginn að taka út fermetrafjölda sem ellegar gætu kannski nýst betur og þetta og það alltaf grunnforsendan þegar við tala fasteignir bara hversu margir fermetrar eru og þurfa að vera úthlutað á hvern einstakling sko. Og þarna með einmitt fermetra nýtingu sko, þar held ég að við séum fara að horfa fram á sko miklu breyttari nýtingu á næstu áratugum heldur að við höfum séð á Íslandi áður. Við tala neyslumunstrið. Já, fjölskyldumunstri. Já, fjölskyldumunstri. Já, fjölskyldumunstri. Og þá kannski þessir fermetrar sem voru byggðir fyrir 20 ára síðan voru mun verið nýttir heldur en gerir núna og þau munu verða ennþá betur nýttir eftir því sem að íbúið minnka og þannig að ég held að sé full ástæð til þess að hafa augun á því sko en eins og ég segi þá þetta ekki þú veist þetta ekki einbýlishús sem eru byggð með hlutdeildarlánum þetta eru íbúðir sko og þær eru freka litlar eða allavega svona einhvers konar miðstærð þarna sko en jú, þetta er alltaf þessi togstreita sko, þegar þú ert með einhver sértæk úrræði þá þarftu að hafa einhverjar sértækar reglur og það getur leitt til þess að það sé ekki algjörlega í samræmi við markaðinn hverju sinni. Já, sértök úrræði fyrir sértæka hópa og sértækum lánakjörum sko, það mun örgulega leiða til farsælla lausna. Nei, ég sko náttúrulega líka út af því að ég ræddi þetta nú við Pál Pálsson og kannski það er gaman að tala þetta við þig líka út af því að þetta svona heimspekilega þetta svona meiri heimspeki þú veist, út frá sko fjölskyldumynstrið mér finnst einhvern veginn að við séum einhvern veginn búin að því að núna hefur ótrúlega mikið af þessum byggingum verið byggðar undir þeim formerkjum að fjölskyldumynstrið sé bara að fara að breytast og það kannski ágætt en ég hef verið að pæli hvort að sú uppbygging sem við höfum verið að viðhafa sé frekar að hafa áhrif á fjölskyldumynstri heldur en fjölskyldumynstri á það og því að núna fæðingartíðin að lækka og hún að gera það allstaðar í Evrópu, hún að gera það einhvern veginn allstaðar í heiminum, Kína orðin bara komið í mjög mikla kreppu og verðið mikil kreppu eftir örfá ár en ég einhvern veginn hef svo mikið verið að pæla í þessu út frá þessum forsendum sko, eigum við þá bara, þú veist, í fyrsta lagi ef að fjölskyldumynstrið að breytast og það að hafa áhrif á fasteignar uppbyggingu, eigum við þá bara að gefast upp á því en eigum við ekki líka að hugsa það hvort að þessi uppbygging og það hvernig fólk þarf að lifa að við einhvern veginn gætum verið að horfa upp á það að það sé að hafa áhrif á það að fólk sé ekki endilega að fjölga sér. Báðir þessi þættir eru slæmir að mínum mati sko. Já, og mikilvægt að hafa þetta í huga þess
langt flestir velja sér hversu stóra fjölskyldu þau vilja hafa og þeir gera út frá einhverjum forsendum, hvort sem maður vitaði ekki. Ég man eftir kærasta mín bjó á Spáni og þar voru fæðingartíðin alltaf mjög lág og fólk fjölskyldu mjög litlar og hún spurði eitthvað tíma vin sinn okkur ertu bara einbirni, langaði foreldra þína ekkit að eignast fleiri börn, hann bara, veistu hvað fastinu verið hátt, þannig að þú veist, það var greinilega eitthvað sem að fór í gegnum huga þeirra sko, og það miklu erfiðar að kaupa stórar íbúðir, en þannig að sko að byggja allavega ekki í samræmi þörf og láta fasteignaverð og húsnæðiskostnað hækka mun leiða til minni fjölskyldna, ég trúi því algjörlega. Þannig að það eitthvað sem við þurfum að hafa líka í huga og sérstaklega ef að við viljum draga úr lækkandi fæðingartíðni eða hægja á þessari lýðfræðilegu þróun sem að ég held samt að mun alltaf eiga sér stað bara út af því hvernig þetta hefur gest að öðrum Vesturlöndum, þá leiðir þetta allt í eina átt, okkur fjölskylduna munu minnka sko, en við getum samt haft áhrif á kannski hraðan á hvernig það gerist og bara, þú veist, með stöður í húsnæðismarkaði getum við aðeins svona bremsað þá þróun sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, ég einhvern veginn hef verið að velta þessu fyrir mér út af því að eins og segir þú veist, kannski það óumflýjanlegt að við munum bara deyja út og kannski það allt í lagi, en það aftur á móti. Við munum ekki deyja út, þú veist, við bara munum verða, við munum okkur mun hægja, fólksfjölgunin mun hægja á sér og ég meina það Já, ég meina en ef þú yfirfærið það á 10 kynslóðir að þá deyjum við út. Svo veit ég ekki hvað gerist eftir það. Nei, við veitum það. Sjáum til hvað gerist. En ég segja, skilur, ef þetta 10 kynslóðir, þá einhvern veginn, þá erum við að deyja út. Já, þetta ekki, ég held að þetta sko sé ekki línuleg þróun sko og þau lönd sem á undan okkur í þú veist, þessari þróun, Þýskaland og Japan, þeim hefur ekki sko í Þýskalandi þá hefur bara verið fólksfjölgun út á innflutningi. Það getur verið líka önnur, þú veist, önnur birtingamynd þess að þú veist, við myndum þurfa að flytja inn meira fólk til þess að bara halda upp í hagkerfinu okkar. Já. Og fólk getur haft alls konar skoðanir á því, en þetta bara Ég ætla að beða Snorra að koma inn núna. Já, Nei, blessaður. Nei, já, ég veit það ekki sko, þetta náttúrulega þetta líka svo einkennileg skilurðu umræða út af því að náttúrulega, þú veist, hugmyndafræðilega líka þá annar vinkill af því bara ætla þú að fara að þrýsta fólki, þú veist, í það að vera eignast börn, þá ertu komin í eitthvað Handmaid's Tale þema sko og ætlar að vera einhver talsmaður útungunar stöðva og eitthvað þannig, þá ertu komin í Brave New World og en ég veit það ekki, mér finnst allavega út af því við erum að tala hana þátt sem húsnæði. Og þá ég mjög sammálaður í því að ok, þú veist, kannski þetta, þú veist, kannski vilja stelpur bara freka að vera TikTok-stjörnur og fá lífsfyllingu til lengri tíma í það að vera OnlyFans eða eitthvað, en og kallmenn líka í því að vera að sinna einhverjum dellu hugmyndum að vera einhverjir crypto-bros og eitthvað, en aftur á móti þá svolítið sko ég veit ekki hvernig ég orða þessa hugleiðingu sko. Það eitthvað sem að við ættum þá að vera að gera í því að, skilur, ef þetta lífsfyllingin þá það bara allt í lagi, en eins og þú varst að nefna sem ég varst mjög góða punktur, bara en ættum við þá ekki að vera að reyna að beina öllum öðrum þáttum í það að hægja á þeirri þróun. Þegar við erum að tala fasteignamál, að þá skynjar maður eins og ég var að nefna núna bara rétt á hann algjöra uppgjöf gagnvart þessum forsendum. Og því við segjum það bara, já, ég meina fjölskyldumynstri bara að fara að minnka og þá bara þurfum við að byggja eftir því. Og það alveg sjónarmið að segja bara að sjálfsög, þú ert búin að vera að tala hérna að þú að fara að fylgja eftirspurninni og það sé rosa mikilvægt, en samt alltaf þú að fara að vera einhver
play God með því að vera eitthvað að breyta byggingum það hvernig þú vilt sjá fjölskyldumynstur til 100 ára þannig að það er margt í þessu sko. Já, ef þú ætlar að byggja fullt af 4 herbergi íbúðum þá verða það bara hálftómar ég meina, það verður ekki þú veist, allar þessar barnafjölskyldur verða ekki til staðar eða vinir mínu geta keypt á hlutdeildarláni þegar þeir eru búin að gera það nú þegar Já, svo er það Nei, ég meina þetta er, þú veist, maður á að hlusta á hvernig samfélagið þróast og það er að þróast í þess átt og það er að besta sem við getum gert fyrir stöðuleika er að bregðast við því sko. Ef við tökum þig úr HMS hlutverkinu, hvað finnst þér svona persónulega um þetta? Hvað, þú horfir á þetta? Bara fólksfækkun og minnkandi fæðingartíðni og allt það. Áhrif á heimurinn er líka sko orðin svo áhugaverður, þetta er orðið meiri togstreita, það meiri svona hugmyndafræðileg degla einhvern veginn á bæði Vestur-Evrópu svo stríð, víðsvegar ótrúlega einhvern veginn og það er einhvern veginn orðin hluti af hversdagsleikanum eins og stríð í Úkraínu, við erum einhvern veginn bara svona já, þetta er, þú veist 60 dói í dróna ára, já, ok maður er einhvern veginn orðin bara, þú veist hversdagsleikin er orðin svo umturnaður frá því hvað hann var fyrir COVID. Ég held að, ég er svolítið hræddur afleiðingarnar af þessu og þetta er að gerast um allan heim og við erum að eldast og ég sé bara rosa mikið af vandamálum sem fylgja því og það er hægt að, þú veist, við höfum séð hvernig er hægt að komast til móts við þessi vandamál en þetta lætur okkur líka kannski hugsa hvað þetta er mikill svindltími í uppbyggingum þjóða sem bara átt sér stað núna á 19. og 20. alda í Evrópu þegar dánatíðnin lækkaði rætt og fæðingartíðnin var ennþá há og þú varst með ótrúlega mikið af fólki á vinnualdri og svo núna endur við í öfugu hlutfalli þannig að þú varst með ótrúlega lítið af fólki á vinnualdri auðvitað mun þetta leiða til einhverja vandræða og þú veist, ég vona bara að við náum að tækla þetta en þetta er svona langtíma vandamál sem ég held að muni leiða til rosalega mikils sko ójafnvægis í heiminum sko á milli landa og já, það er líka heima. Geggjaða punktur, ég er nefnilega sko út af því þú ert að segja að þetta mun leiða til ýmissa vandamála, það er alveg hárrétt að þetta verði færri vinnandi hendur, en við getum ekki einu svona undirbúið eitthvað nægilega mikið með uppbyggingu hjúkrunarrýma sko. Nei, það er alveg galið, ég skrifaði, ég gerði tölulega greiningar á mannaflaþörf og fjármagnsþörf Landspítalans í meistarverkefninu mínu og þar var ég meitt bara, þú veist, ótrúlega svona út af því að vorum að tala um lóðaskortin áðan, lóðaskorts vandamálið sem að fólk segir að sé aðal vandamálið bara hjúkrunarrými. Þú veist, það voru komið hjúkrunarrými sem er nægilega stórt og nærða að finna nægilega mikið af fólki sem er sinni því þá losar rosalega mikið af flöskuhálsum inn á Landspítala og annar staðar í heilbrigðiskerfinu en við viljumst ekki alltaf gera það eins og farsalega, það er eitthvað talað um það að sé verið að fara að byggja hjúkrunarrými svo lendir það alltaf í einhverju hugmyndafræðilegri togstreitu um það en verður þetta ekki örugglega að rekja af hinu opinbera eða ekki og við einhvern veginn festumst í þessu, þetta er rosalega skrítið sko. Já, það er mjög leiðilegt að það hafi dregist að byggja þessi hjúkrunarrými sko og verna þess að þú veist og líka fyrst við vorum að tala um Sigur Stefánsson á hann og í Arblokka og einmitt bara hrósi gengur báðar áttir en það er hann hefur verið að tala um þessar þjónustu íbúðir fyrir eldri og sem að hans fyrirtæki vill byggja þú veist það er alls konar svona lausnir fyrir eldra fólk sem að við erum einhvern veginn svona höfum ekki alveg náð að fylgjast ná mikið með en við þurfum að gera það næstu árin og áratugina sko. Já, og það þú talar um langtíma sko, það er mjög stutt í þetta sko. Já. Það er rosalega stutt í þetta ég man sko og það er hægt að yfirfæra þetta yfir á ýmislegt sem hefur að gera með Landspítalann sko, eins og ég man nú ekki, ég held að það sé eitthvað búin að bæta úr því það var sko sérgreinarlækningar voru bara, ég held að það verið tvær deildir sem að voru sérnámslækningar fyrir ekki svo mörgum árum og svo frá 2008 til ársins í dag þá voru það 12 eða 13 en aftur á móti þá eru ótrúlega margir læknar sem eru komnir að háan aldur innan ákveðins geira og við veitum ekkert hvað við ætlum að gera í því heimilislækningar þá er hlutfall heimilislækna miklu minna heldur en svona sérnámslækna
og það líka stórkostið vandamál í Bretland til þess þetta öfugt, ekki það heilbrigðiskerfið sé frábært þar. Nei. En þú vilt í rauninni fleiri heimilislækna. En ég held aftur á móti sko, með þessi hjúkrunarrými og annað, bara þetta svo einföld lausn á svo stórum flöskuháls. Svo hægt að fara að vinna úr ýmsum öðrum vandamálum, því að sko, eins og þú varst að nefna píramídin, þar að segja aldursdreifingin, orðin rosalega, svo ég fá að sletta, top heavy. Og mun sko, ef við erum að tala fólk sem 65 ára í dag, það verður 75 ára með hærri lífslíkur. Þetta mun koma til með að valda gríðarlegum þrýstingi á alla þessa innviði sko. Algjörlega, þetta orðin eitthvað svona aldursleikjá sko. Það sem að og við vitum ekki, þú veist, það önnur Vesturlönd hafa einmitt náða að kompensata með miklum innflutningi á fólki sem að vinnu síðan í þjónustustörfum. Mér varst mjög áhugavert, vinur minn vinnur í Svíþjóð og hann var einmitt að skoða það hvernig þetta væri þar, og vegna þess að Svíþjóð þú veist, á undan okkur þarna, en síðan hefur að fengið mikinn innflutning og mikið af innflytjendum sem var komið þangað, og núna svo ég sletti dependency ratio sem hlutfall þeirra sem að þurfa á hjálpa að halda og með við hverja vinnandi hönd einna lægst í Svíþjóð af Vestur-Evrópulöndum út af þessum miklu innflutningi, þannig að þú veist, þeir hafa náða sporna gegn þessari þróun, en hún og verður til staðar, og ég meina að þessi innflytjendur verður líka gamli sjálfur, og þú veist, þetta fer ekkert sko, þetta ekki tímabundið vandamál. Nei, þetta ekki tímabundið vandamál sko, og einhverja leiti þetta luxus vandamál út af lífslíkur og orðna svo háar. Ég fer stundum í að labba Hólavallakirkjugarð sko, og ég ótrúlega mikið að reyna að greina mjög óvísindarlega á sko aldursþróun, en þá sko lífslíkur líka rosalega mikið togaðar upp af því að sko fólk ekki að deyja mikið ungt, rosalega margir ungir sem voru að deyja, maður alveg bara vá. Og fólk varð alveg gamalt samt sko, þannig að þetta rosalega mikið það að við erum að ná að sporna við því að fólk sé að deyja ungt, fyrir ekkert heldur en endilega við séum að gera fólk eitthvað miklu eldra, þó svo að það sé líka hluti af þessu. Já, einmitt. Þetta einmitt þegar fólk að skoða gamla tölur að lífslíkur hafa verið 37 ára eða eitthvað þannig, fólk var alveg áttrætt þarna og bara rosalega mikill barnadauði sem að dregur niður meðaltalið. En já, þetta bara, þú veist, ég held samt að, þú veist, vegna þess að við erum að tala langtíma vandamál, þú veist, þá held ég að við sem samfélag munum finna einhverju lausn á þessu sko, þú veist, það gerist venjulega sko, en vandamálið bara, spurningin bara hversu, þú veist, lengi þurfa að lifa í einhverju svona limbói sko. Já, en við erum bara svo miklu Íslendingar gagnvart þessu sko, við erum svo mikið svona, þú veist, við viljum bara fá vandan bara alveg andlitið og þá einhvern veginn fyrir að vera þetta í, sem kannski að, þú veist, nei, það ekki lægi að mínum mati, en það einhvern veginn orðin þróun. Mér finnst þetta alveg áhugavert til þess að fylgjast með þróun núna á Norðurlöndum og svona. Það einhvern veginn að mínum mati, ef ég svona, ef ég fyrir orðaræðu greiningu, eins og við alltaf í þessum félagsvísindum sumum, að það að líka samt sko, að það meiri eftirspurn og umræðan einhvern veginn meira að byggja á því að við séum að innbeita okkur að langtíma sko markmiðum, og það svona einhver aðeins líka utan pólitíkurinnar sem alveg áhugavert sko, en mér finnst ég alveg nefna þetta sko, að við séum að hugsa meira til langstíma. Já, umræður almennt séu einhvern veginn, þú veist, til 20 ára, og það svona friðamerki að fólk leyfi sér að hugsa lengur en til næsta árs sko, held ég. Ég meina í kalda stríðinu og ég held fólk að myndi koma bara kjarnorku sprengja á morgun sko. Þannig að þetta luxus vandamál að geta leyft sér að hugsa hvernig samfélagi verður til næstu ára 20 sko. Já, það við kannski bara ljúkum þessum bjartsýnis tóni okkur. Jónas Halli, þetta var mjög skemmtileg og áhugaverð yfirferð, því ég mjög ánægð með þetta. Við gerum þetta sem einhvern tímann aftur, og ég held að þetta málefni mun ekki koma til með að leiða til umræðu þurðar á næstu árum eða áratugum jafnvel. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.